Hertex fata- og nytjamarkaður Hjálpræðishersins á Akureyri. Þar kennir ýmissa grasa og verslunin vinsæl hjá grúskurum og þeim sem vilja gera góð kaup og styrkja gott málefni í leiðinni. Bergrún Ósk Ólafsdóttir tók við sem nýr verslunarstjóri áramótin og hún strax farin að taka til hendinni. Þessi verslun náttúrulega rekin á gjöfum sem okkur berast og við skiljum aftur út í samfélagið. Þannig að betra geti ekki verið. Akkurat. Þessi gríma. Gríman alltaf stuð. Akkurat. Það sem ég raun og veru fór svolítið út í það ásamt mínum dásalegu sjálfboðaliðum að gera breytingar hér, gera aðgengi betra fyrir fólk, rýmka gólfpláss fyrir barnavagna og þess háttar. Og raun og veru bara svona skilgreina, eins og í fatadeildinni þá svona flokkuðu við þá flokka, hvort sem það íþróttafatnaður eða fínnifatnaður eða utaniflíkur eða eitthvað. Já, þannig að sé auðveldara í raun að finna það sem að leita að. Algjörlega, og það sem við gerðum líka og erum mjög stolt af öll hér innan hús að við stækkuðum barnadeildin okkar, jukum plássi okkur fyrir húsgögn. Við höfum aldrei náð þeim. Nei, akkurat. Þið hljótið að fá fullt af húsgögnum líka. Jú, og náttúrulega alltaf í misjafnlegu ásigkomulagi, en við tökum alltaf á móti því sem vel með farið, gjöfum þess að fólk vill gefa okkur og leiða áfram og gefa gott að sér. Hvernig svona starfsandinn? Hann mér frábær. Hver einasti aðili sem vinnur með mér daginn út og daginn inn algjör gullmólar og jákvæð og brosandi. Það bara virðing, þannig að ég bara rosalega þakklát fyrir fólkið mitt. Eitt af markmiðum Hertex hefur frá upphafi verið að gefa einstaklingum tækifæri til að vaxa og blómstra í leik og starfi. Gott samstarf við virk, þar sem einstaklingar sem hafa verið fjarri vinnumarkaði geta komið sér af stað aftur og svo fjöldin allir af sjálfboðaliðum í óeigingjörnu starfi. Tvíburasysturnar Guðrún Thelma og Unnur Marta Svanstætur sjálfboðaliðar í versluninni. Við erum að verkja föt og taka upp föt og sitja fram í búð og hjálpa til í kassanum og bara mjög gaman. Og bara félagslíf mjög gott. Já, skemmtilegur hópur að vinna? Já, mjög. Mjög skemmtilegur hópur. Stelpurnar búnar að vinna í búðinni frá því í desember og segja starfsandan mjög skemmtilegan. Sérstaklega hérna á lagar. Bara rosalega góð. Skemmtilegur lagar heldur frammi? Já, rauninni, finnst mér það. Já, ég skal alveg viðurkenna það. Það alltaf gaman að vera í búðinni, ég skal alveg viðurkenna, en sumar kúnir svolítið bæðið. Ég var að tala inn þegar við byrjum að opna og það var allir pirraðir og... Já, út af COVID. Já. Það víst fjöldatakmarkaðin hérna. En annars bara mjög skemmtilegt. Bara skemmtilegt fólk hérna og við erum með húmórinn í lagi hérna og bara mjög skemmtilegt. Og það allir mjög ánægðir með búðina eftir breytinguna. Já. Það rosalega allir glaðir. Og við erum að minnka verðin alveg niður. En það bara, við erum búin að fá mikið hrós búðina. Bara allir mjög glaðir og... Skemmtilegsta búðin, segja allir. En heyrðu, ertu til í að sýna mér svona aðeins hvað í boði hérna? Nú, þeir sem búa á Akureyri, þeir hafa komið hingað áður en nú hvort sem búið að breyta, þannig að það má alveg sýna, en þeir sem ekki búa hér hafa kannski bara aldrei komið hingað. Já, akkurat. Þannig að við skulum aðeins rölta Já, endilega. Við erum með útifatnað og nóg á honum. Núna nógu kalt úti, þannig að við erum með nóg á því. Já. Við erum með kápur fyrir konur, við erum með alls konar aukahluti, húfur og vettlinga fyrir börn og fullorðna. Við erum með mikið af fallegum prjónavörum. Já, vá. Já, og ekkert smá fallegt úrval og hefur oft verið bara meira. Þetta orðið mjög vinsælt í dag og svona trend og það bara yndislegt. Einnig höfum við staka flotta ullar herrajakka, fínnifatnað fyrir herra og mikið af skóbúnaði. Og margt af þessum skóbúnaði sem við fáum einfaldlega bara ónotað. Þannig að allir vilja gott af sér leiða augljóslega. Láta gott af sér leiða. Já, einmitt. Við erum með ullarbarnafatnað og utanverflíkur, mikið úrval af þeim. Það styttist í grímudaginn. Já, einmitt. Öll börn fá grímubúningi ár. Það bara svoleiðis. Það bara svoleiðis. Og hvað ætlar þú að vera öskudaginn? Ég að spája að vera Dr. Bergrún, það kom inn læknagalli. Frábært. Þið eru náttúrulega búin að skoða allt sem kemur hérna fram í búðina. Þannig að í rauninni það alveg, fólk getur gengið út frá því að það sem hangir hér í góðu ástandi. Já, rennilás að virka, það ekki neinn göt eða ónýtt flík, hún fer ekki hingað inn.
sjálfboðaliðar okkar fara yfir hverja einustu flík sem kemur hingað inn og metur hana hvernig, í raun og veru bæði hvernig við getum verðlagt hana og líka bara hvernig við setjum hana og hvort hún eigi að koma hingað inn eða ekki. Það er fjársjóðsherbergi í Hertex, þar sem má fá notaðar bækur, blöð, vínilplötur, geisladiska og DFD-myndir. Sumt er nýlegt og annað er gamalt, en hér er skemmtilegt að grúska. En Dóri snillingur sér alla bækuna fyrir okkur, sko. Ok, hefur hann eitthvað svona sérstaka vitneskju bókmenntir eða er þetta bara svona áhugamál? Já, og hann er bara mjög fróður maður sem að viti sínu nær og skipuleggur bókadeildina eins og bara, já, þetta er bara eins og hér flottasta Excel-skjal, ég segi bara ekki annað. Já, það er svoleiðis. Já. Gæti maður komið og spurt bara, heyrðu, mér langar rosalega í þessa bók, er hún til hérna? Og væri það hægt að fletta þau upp? Já. Já, það er svoleiðis. Hann er raun og verið með svolítið svona, þetta bara í kollinu sínum og við fáum oft fyrirspurnir það hvort þessi bók eða önnur bók fá sér til. Ef er ekki til þá skráum við hjá okkur og höfum sambandi viðkomandi þegar hún kemur inn. Krakkar sem heimsækja búðina þurfa ekki að láta sér leiðast á meðan foreldrarnir versla vegna þess að það er búið að græja huggulegt barnahorn. Hérna fá þau bara bjart rými, þó það sé ekki stórt, það nýtist það vel og hérna geta þau komið og leikið sér og fundið sér ódýrt dót sem að gefur því framhaldslíf og áform mín eru þau að setja hérna fram borð og stóla og leyfa leita og gleðja Hertex með fallegum myndum. Það hljómar mjög vel. Já. Það er svo vinna allir. Já, og líka bara það á öllum að líða vel að koma í Hertex. Það er bara svoleiðis. Rétt. Eftir að til dæmis Hertex hefur greitt allan sinn fasta kostnað, þá rennur hagnaður Hertex út í samfélagi hér á Akureyri. Og í gegnum í rauninni hjálpræðisherna, ekki? Já. Þannig að allt það sem kemur inn, allt það gjafir sem við fáum, er fólk beint að gefa á sér út í samfélagið. Og það skiptir rosalega miklu máli líka að það sé staðsett hér á Akureyri fyrir fólkið á Akureyri og nærsveitingum. Já, nærsveitingum, já, líka einmitt. Gleymum þeim ekki. Eru þið með alveg nóg af sjálfboðaliðum eða er alltaf þetta bætast blómum? Það má sko heldur betur bæta þessu góðum blómum. Einu kröfuna sem við setjum er bara jákvæðni og já, hafa það gaman og bara takast á við verkefni með okkur. Hvað gerir fólk sem myndi hafa áhuga? Ég mæli bara eindrið með annarkvort að senda okkur skilaboð á Facebook eða í gegnum Facebook síðan okkar Hertex Akureyri eða senda okkur tölvupost á hertex@herin.is. Hérna voru að fá fullt af fallegu silfri. Já, þessi skápar sem þið eru með, Já. það er svona kannski eitthvað aðeins verðmættara dót í þeim eða er það rétt metið? Já. Fáið þið oft eitthvað svona virkilega verðmætt hérna inn? Já, algjörlega og fáum góða verðmæta hluti sem að skipta miklu máli og þær gjafir skipta náttúrulega rosalega miklu máli bæði fyrir Herin og Hertex og samfélagið náttúrulega vegna þess að eins og segið þetta kemur alltaf út í hringrás og við pössum vel upp á þá hluti og verðmæti þá rétt og komum þannig rétt út í samfélagsins. Já, sko, Við erum með viðtali. Þetta er bara glæða nýtt. Já, nákvæmlega. Þetta líka. Þetta er mjög flott. Öskudagsbúningur þinn er klár. Ég held það. Með þessa grímu þá þekkjum við enginn hvort. Nei, nákvæmlega.